Brottvísunarstöð á Suðurnesjum þar sem útlendingar sem vísa úr landi verða hýstir tekur til starfa í desember. Frumvarp þess efnis var samþykkt á Alþingi í dag. Samkomulag að Ísland þyrfti ekki að gera breytingar á stjórnkerfinu lá fyrir í aðildarviðræðunum 2010, segir stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Það sé undir Íslendingum komið að ákveða með framhaldið. Bandaríkjaforseti sakar Írana að hafa skotið niður bandaríska þyrlu við Hormúsund og segist nauðbeygður til að bregðast við. Aðeins hálfum sólarhring áður sagði hann samkomulag frið í augsýn. 6 vatnsrör liggja í gegnum nýja Ölfusárbrú til að anna vatnsþörf í ört stækkandi sveitarfélagi Árborgar. Flutningsgeta verður allt að 4 sinnum meiri en áður. Munaðarlaus andarungi hefur fengið skjól hjá hænu á bæ á Suðurlandi. Hann lúrir þar með 7 hænuungum sem hænan tók einnig í fóstur. Mamma bara frábært, ég kom fleiri börn og opnaði vængina og allir undir. Komið sæl, við erum fyrr á ferðinni en venjulega vegna beinnar útsendingar frá leik Íslands og Spánar í fótbolta kvenna á Laugardalsvelli sem hefst klukkan 18:50 og stofan var að hefjast núna á RÚV 2. En við byrjum við Austurvöll. Alþingi samþykkti síðdegis umdeilt frumvarp dómsmálaráðherra brottvísunarstöð. Magnús Geir Eyjólfsson, þú ert á Alþingi. Hvað fela þessi lög í sér? Já, þetta þýðir að frá með 1. desember að þá tekur þessi brottvísunarstöð til starfa. Það gert ráð fyrir að hún verði á Suðurnesjum vegna nálægðar við Keflavíkurflugvöll og vinna þegar hafin við að finna þessari starfsemi húsnæði, finna húsnæði undir þessa starfsemi. Þarna verða sendir þeir útlendingar sem búið að ákveða að senda á landi. Þetta lokað úrræði sem þýðir að þeir sem þangað eru sendir, þeir ekki frjálsir ferða sinna. Þetta frumvarp hefur verið gagnrýnt töluvert vegna þess að þarna á að hýsa barnafjölskyldur og í vinnu þingsins var komið til móts við þessa gagnrýni með því að aðskilja fjölskyldur frá einstaklingum og þær eiga rétt á rými þar sem til staðar svefnaðstaða, leiksvæði og salernis og eldunaraðstaða. Dómsmálaráðherra ítrekaði við atkvæðagreiðsluna og raunar þingmenn meirhlutans líka að þetta væri algjört lokaúrræði og það þyrfti vonandi sem sjaldnast að beita þessu. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins þeir greiddu atkvæði með þessu frumvarpi en þingmenn Framsóknarflokks og Miðflokks þeir sátu hjá. Við leggjum okkur fram í þessu erfiða máli við það að beita alltaf vægustu möguleg aðferð. Beitum þessu úrræði ekki fyrir en að annað hefur verið reynt og ekki dugað til. Ég tel að þetta úrræði sýni meiri mannúð heldur en hitt. Við erum hér að eiga við einstaklinga sem að hafna allri samvinnu við stjórnvöld. Þannig að við skulum vona það að þetta verði nýtt í undantekningartilfellum. Ég óttast að með þessu sé verið að reisa hótel, gistiheimili fyrir ógæfumenn heimsins. Því að þeir sem að þarna lenda hafa brotið lög. Til þess að styrkja öryggi á landamærum og taka betur utan málefni umsækjenda alþjóðlega vernd. Ég styð þetta mál eindregið. En Magnús Geir, þingmenn eru núna að ræða samgönguáætlun og gera þannig væntanlega fram á kvöld. Hillir undir samkomulag þinglok? Nei, það gerir það ekki sem stendur. Það ríkti hófleg bjartsýni í morgun en mér finnst eftir því sem liðið hefur á daginn það hefur dregið úr henni. Okkur skilst að það séu einkum frumvarp atvinnuráðherra lagareldi sem strandar á. Það stóru málin á milli flokkana. Meðal annars deilt framleiðslugjald sem eldisfyrirtækin þurfa að greiða. Það líka einhver áhöld fjármálaáætlun og útfærsluna á henni. Að öðru leyti engin stór prinsippmál sem skilur flokkana að og það segir okkur að það gæti samist hvenær sem og ef og þegar það gerist þá ættu þingstörfin að geta klárast hratt og örugglega. En ég myndi telja líklegt að það verði fundað hérna helgina og jafnvel eitthvað fram í næstu viku. Allt kemur til ljós á næstu dögum en Magnús Geir Eyjólfsson á Alþingi, takk kærlega fyrir þetta.
Og við förum til Brussel því samkomulag að íslensk stjórnvöld þyrftu ekki að gera grundvallarbreytingar á stjórnskipun landsins fyrr en eftir þjóðaratkvæðagreiðslu aðild lá fyrir í aðildarviðræðunum 2010. Þetta staðfesti stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Nú Björn Malmquist í Brussel, þú ræddir þetta við stækkunarstjórann í dag. Já, þetta hefur auðvitað verið umræðuefni heima síðustu daga og vikur og ekki síður spurningin hvort að hægt verði að gera samkomulag af þessu tagi aftur komið til aðildarviðræðna í vetur eða á næsta ári. Við ætlum að ræða við Mörtu Kåss stækkunarstjóra hérna í Brussel í síðustu viku en hún hefur verið í Moldaví og Úkraínu síðustu daga en við náðum í hana í dag og heyrum hvernig hún svaraði þessari spurningu. So during the previous accession talks with Iceland, there was an understanding that Iceland would not have to make structural changes to its governance or institutions until after a referendum on membership. Do you think that such an understanding can be made now if accession talks were to start again? Iceland already applies a big part of the European legislation, and for the adjustments that still would need to be done, the negotiation framework from the year 2010 is still the baseline. It already provides the flexibility to only implement certain structural changes after a final referendum on accession has taken place in Iceland. It is really for the people of Iceland and their authorities to tell us how they would like to approach this, and the EU has no intention to preempt any sovereign decision of Icelanders. But first of all, the Icelandic people will decide on the referendum at the end of August if they want to go on with the negotiations. So if the result is positive, we can then enter into the discussions on these technical details. Já, Kåss segir sem sagt að ramminum umræðurnar frá 2010 sé endir staðar sem viðmið. Hún segir vissulega ekki beinum orðum að samkomulag af þessu tagi gæti legið fyrir hefjist viðræður á nýja leik. En Björn, Ísland í allt annarri stöðu en þau ríki sem að sækja aðild núna og hafa fengið inngöngu á undanförnum árum. Já, það auðvitað staðreynd. Ég meina, við erum í allt annarri stöðu heldur en til dæmis Svartfjallaland og Albanía sem eru komin hvað lengst í aðildarferlinu þessar mundir. Svo ég tali nú ekki ríkin í Austur-Evrópu sem að gengu í klúbbinn 2004 og á árunum á eftir. Ég meina, ég sé ekki alveg af hverju svona samkomulag ætti ekki geta verið gert aftur af því að árið 2010 vorum við búin að vera að innleiða reglugerðir og tilskipanir frá Evrópusambandinu í einhver 16 ár frá því að samningurinn Evrópska efnahagssvæðið var staðfestur árið 1994 og við höfum bara verið að því áfram síðan 2010. Þannig að í þeim skilningi og í því samhengi staða okkar gagnvart Evrópusambandinu nákvæmlega sú sama eins og hún var 2010. Einmitt, þetta allt eftir að koma í ljós en Björn Malmquist í Brussel, takk fyrir þetta að sinni. Og þá að öðru. Bandaríkjaforseti segir Írana hafa skotið niður bandaríska þyrlu við Hormúsund og ætlar að grípa til aðgerða. Fyrir hálfum sólarhring sagði hann líkur á að friðarsamkomulag kláraðist á næstu dögum. Minnst 9 voru drepin í árásum Ísraels hers á borgina Týros í suðurhluta Líbanon í dag. Þungar árásir á Líbanon halda áfram og skelfingar ástand skapaðist í Týros þegar þúsundir lögðu á flótta eftir fyrirskipun Ísraels hers. Síðustu 100 daga hafa Ísrael og Hezbollah samtökin ráðist á hvort annað nánast daglega. Það voru Bandaríkin og Ísrael sem hófu árásir á Íran 28. febrúar, en aðeins 2 dögum síðar hafði Líbanon dregist inn í stríðið vegna átaka Hezbollah og Ísraels. Sumir íbúar í Líbanon og Ísrael upplifa örlögin ekki í sínum eigin höndum. نحن داما شو بقرب إيران بتقرر أمريكا حبيبة تمشي على الاثنين. لا قرب تحافظ حزب الله ولا حزب تقييد إسرائيل. أنا بنظر أمريكا وإيران. It's a sad affair, but President Trump calls the shots. He's the boss of the world, so Netanyahu doesn't exactly have a say in this. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir samning við Íran í augsýn. Hann hefur reyndar minnst 37 sinnum á síðustu 2 mánuðum sagt að samkomulag sé nærri. We've had very good talks over the last 24 hours.
and they give us it's a stupid proposal. I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated militarily, and they'll either do the right thing or we'll finish the job. We've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. They come to the table, they're begging to make a deal, because they're begging to make a deal. We've done a hell of a job, and I think we're going to be finished with that very quickly. And we'll have that over with soon. It'll be over with soon. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. But if it happens, it could happen like over the weekend. The situation with Iran seems to be going quite well. Thank you. We're very close to having a deal, and if we don't have a deal, we'll do it one way or the other. And we could have at least an idea by 1 or 2 days from now, but I think it's going well. Þetta síðasta sagði Trump í morgun en nú rétt fyrir fréttir sakaði hann Írani að skjóta niður bandaríska þyrlu. Við því segist hann verða að bregðast og nú eru því auknar líkur á að átök Bandaríkjanna og Írans hefjist að nýju. Lögregla hefur aftur fellt niður rannsókn á meintum brotum Hannesar Valle gegn 3 börnum á leikskólanum í Múlaborg. Hannes var í lok síðasta mánaðar dæmdur í 3 ára fangelsi fyrir brot gegn stúlkubarni á leikskólanum. Lögregla rannsakaði minnst 10 mál en einungis 1 leiddi til ákæru. Foreldrar 4 barna kærðu niðurfellingu málanna til ríkissaksóknara sem skipaði lögreglu að rannsaka 3 þeirra betur. Yfirmaður ákærusviðs lögreglu segir að ríkissaksóknari hafi talið að tilteknir þættir hefðu ekki verið rannsakaðir en að það hafi verið byggt á misskilningi og því hefðu málin verið felld niður aftur. Ný Ölfusárbrú getur flutt alltaf 4 sinnum meira vatn yfir Ölfusá en núverandi brú. Vatnsþörfin í Árborg eykst með stækkandi byggð og nýju fangelsi sem rís í stað Litla-Hrauns. Nú komið hérna staðinn svona helmingurinn af því stáli sem fer hérna akkurat í brúargrindina og aftur seinni hlutinn, hann núna þegar kominn til Þorlákshafnar. Þannig að það verður farið að flytja hann hingað næstu kvöld. Áætlað að stálgrindin verði tilbúin samansett síðu sumars eða í haust og þá verður hún einfaldlega dregin yfir ána. Hún vegur ein og sér 1600 tonn. Já, hún byggð þannig að það hægt að hafa hana á henni 4 akreinar en nú í byrjun þá verða 2 akreinar sem að munu liggja til vesturs og 1 akrein til austurs en síðsta akrein hún verður tekin undir göng og hjólastíg í fyrstu. Verður því svo breytt síðar? Já, ef að umferð eykst það mikið að þarf að taka hana undir umferð þá hægt að setja utan á brúna göngu og hjólabrú. 3 heitavaslagnir og 3 kaldavaslagnir liggja í gegnum nýju brúna. Háspennustrengir, samskiptastrengir fyrir ljósleiðara og rafstrengir verða einnig áfastir við hana. Hvorki hægt að leiða háspennu né ljósleiðara í gegnum gömlu Ölfusábrúna. Formaður bæjarráðs í Árborg segir nýju vatnsrörin mikilvæg fyrir vaxandi byggð. Á gömlu brúnni þá að flytja 120 sekúndulítra yfir ána en á nýju brúnni þá munum við náttúrulega með 3-4 sinnum fleiri afköst á köldu vatni. Nýtt og stærra fangelsi sem verður byggt á Eyrarbakka í stað Litla-Hrauns eykur vatnsþörfina í sveitarfélaginu enn frekar. Nýtt fangelsi mun kannski taka jafn mikið vatn og Stokkseyri eitt og sér að við erum að endurnýja nýja heitavatnspípu niðritir og erum komið langleiðina niðritir með þá pípu. Gunnlaugur Árni Sveinsson, tvítugur kylfingur úr GKG, tryggði sér í gærkvöld þátttöku rétt að opna bandaríska meistaramótinu í golfi, fyrstur íslenskra karlkylfinga. Hann segir spenntur fyrir því að spila á stærsta sviðinu. Eftir frábæra spilamennsku í Ohio á loka úrtökumóti fyrir opna bandaríska meistaramótið var Gunnlaugur 1-4 sem voru jafnir í öðru sæti á 9 höggum undir pari. Við tók bráðabanni þar sem hann vann sér inn þátttökuréttin. Mótið er eitt af risamótunum 4 í golfi og hefst eftir 9 daga. Gunnlaugur segir það hafa verið markmiðið að komast á mótið í ár enda hafa hann verið nálægt í fyrra. Og það einhvern veginn horfði ég bara á þetta með því í huga að ég geti þetta og að ég á bara minn dag og spila eftir því þá getur þetta gerst. Þannig að ekki beint komur á óvart en eftir á þá er þetta mjög sætt. Þetta er einfallega bara stærsta sviðið í golfheiminum. Þetta er sterkasta golfmót í heimi. Þannig að þetta er bara risastór áfangi fyrir Gulla og við erum bara ekkert eðlilega stolt af honum. Gunnlaugur segir að gærdagurinn hafi þó verið dálítið taugatrekkjandi. Þegar hann var kominn í bráðabanan hafi hann hins vegar áttað sig á því að hann hefði verið sáttur bara með það nokkrum dögum fyrr. Ef þú setur þetta í það samhengi þá er í rauninni engu að tapa og bara að vinna.
og þá einhvern veginn létti það mikið á mér og ég reyndi bara að brosa út í eitt og horfa í kring og njóta augnabliksins sama hvernig það myndi fara en þetta alltaf að fara að vera mjög lærdómsrík reynsla sama hvort það myndi fara vel eða illa. Kemur það óvart að hann sé að komast þarna inn þetta ungur? Sko fyrir okkur sem þekkjan vel þá kemur þetta minna óvart. Það er að segja að hann sé að ná þessum svona miklu sigurum svona snemma, það er auðvitað sko ótrúlegt en það er bara með hann Gulla, hann er þetta stórkostlegur karakter að það er bara full innistæða fyrir þessu. Aðeins einn annar íslenskur karl hefur komist á risamóti golfi og Gunnlaugur er svo fyrsti til að komast á opna bandaríska meistaramótið. Stolt er svona aðal tilfinningi sem ég finn og ég er bara hrikalega spenntur fyrir að spila fyrir hönd Íslands og reyna bara að gera þjóðina stolta og mig sjálfan, þannig að ég er mjög spenntur fyrir þessu. Flugsveit hans hátegna Karls Bretakonungs í Íslandsheimsókn og lenti á Akureyrarflugvelli í dag. Flugmennirnir sögðu útsýnið á leiðina hafi verið stórbrotið og eru spenntir að sjá landslagið á leið til Reykjavíkur á morgun. How was your flight? So the flight that we did today was absolutely spectacular. We took off from Egilsstaðir. We flew up around, found a frozen lake up in the eastern part of Iceland. Bretar kalla flugsveitina The Royal Air Squadron. Hún hefur verið starfandi frá 1966 og er klúbbur með 100 flugmenn sem fljúga litlum léttari vélum. Árið 2016 fékk klúbburinn konunglega nafnbót og er verndari hans í dag Karl Bretlandskonungur. Sveitinni er stundum ruglað við breska flugherinn. Hermenn eru þeir ekki, þó að sumir þeirra hafi áður flogið fyrir herinn. Reynslan í hópnum er mikil og segjast flestir þeirra með ólæknandi flugdellu. People who have been flying all their lives. Personally, I learned to fly before I could drive. Then I was in the UK Royal Air Force and then left and have been a civilian pilot for the last 20 odd years. Flugvélarnar eru margar eldri en 50 ára og sumar hafa flugmennirnir byggt sjálfir. Spurðir hvaða vél sé áhugaverðust það auðvitað þeirra eigin sem bera af. And but she's a beautiful aeroplane, a very good cruiser. And hasn't missed a beat, doesn't let me down. Hópinn segja þeir meira en bara flugklúbb, þar sem þeir geri sé diplómasía, að ferðast heiminn og eignast vini í fluggeranum. And so when we get back, I will be writing to the king and telling him that we've just been to Iceland and that we have made friends using our aviation contacts. And I think in today's world, every little bit helps. Besta gusan og flottasta gusu ljósmyndin verður valin á Ægisíðunni í kvöld á viðburði finnska sendiráðsins og gusumeistarafélags Íslands. Nú Ragnar Jón Rolfsson fréttamaður, hann er í gusu. Ragnar Jón, hvernig er hitastigið? Jú, það er svo sannarlega heitt hérna á Ægisíðunni þrátt fyrir smá rigningu. En hérna hjá mér er hún Vala Baldursdóttir sem er eigandi Cycots hérna við Ægisíðuna. Segðu mér Vala, hvað snýst þessi keppni? Heyrðu, hún snýst þetta er ljósmyndakeppni sem snýst að velja fallegustu myndina og já, finnska sendiráð hafði samband og eru eiginlega þeir sem eru frumkvöðlanir að þessari keppni. Og ég ætla bara að fá að spyrja strax, hver sigraði keppnina? Heyrðu, það er Björk og hún, sigraði keppnina með alveg ofboðslega fallega mynd. Og var einhver ástæða fyrir því að þessi mynd var fyrir valinu? Sendiráð sjá algjörlega að velja mynd og það voru svo margar að ég veit þetta var vandasamt val þannig að það voru 6 myndir valdar sem hanga uppi. Já. Og einmitt, hvernig hvað er það svona við gusuna sem að gerir hana svona æðislega? Hvað sér? Hvað er það við gusuna sem að gerir hana svona æðislega? Hún er náttúrulega bara samveran, náttúran, tónlist og ég myndi nú segja fyrst og fremst samvera og náttúran. Eins og við sjáum hér. Og svo er þetta auðvitað tilkomið vegna þurrgufunar, finnsku sánunar og það er bara yndislegt að Finnar eru líka búin að uppgöta þetta dálítið og eru farnir að stunda þetta hérlendis. Þannig að já,
hefur verið gaman. Einmitt það, en við ætlum að segja þetta gott hérna frá Ægisíðunni og við þökkum fyrir okkur. Takk fyrir það Ragnar Jón Hrólfsson. Við snúum okkur, en allt öðru því hæna á bæ á Suðurlandi hefur tekið að sér andarunga sem hún hugsar eins og sinn eigin. Unginn þrífst vel hjá hænunni. Í Skaftholti, Skeiða og Gnúpverjahreppi er rekið heimili og vinnustöð fyrir fólk sem þarf verndað og stuðningsríkt umhverfi, samhliða lífrænum búskap og matvælaframleiðslu. Kýr eru til dæmis á bænum sem ganga með kálfana undir sér og nautið Bessi og líka heima í Skaftholti. En aðalmálið þessa dagana er hænan og andarungin. Já, það var gaman að koma hérna í Skaftholt og sjá þessa hænu sem er að ala upp andarunga. Já, þessi litla andunginn, hann kominn heim til okkur klukkan 1 í nóttinni og kísinu 3 mína heima, þau voru að finna hann. Kládía ákvað svo að fara með ungan til hænu í hænsnakofanum. Hún tók bara strax á móti honum, hún var ekki einu sinni hissa hvort það væri eitthvað öðruvísi, hún bara opnaði vængina og hann fór að beint undir. Unginn var svo einn með hænunni í nokkra daga en svo bættust 7 hænsna ungar við sem Kládía fékk hjá hænsnabónda í Flóahreppi. Mamma bara frábært, ég kom fleiri börn og opnaði vængina og allir undir. Kládía segir yndislegt hvað hænan reynist öllum ungonum vel og ekki síst andarungonum sem lætur fara vel sig í hænsnakofanum. En hvað verður svo andarungan þegar hann stækkar? Hann bara verður hér í herbergi aðeins í hænsnakofan, aðeins til þeir stækka og svo bætum við þau bara við í hænsnahóp. Og Emil, sonur Kládíu, hann er mjög hrifinn af andarunganum. En hvað ætlar að skýra hann? Ég veit ekki, eiginlega veit ég bara ef hann er orðin stór og fær grænan haus. Ef hann er maður, þá fær hann grænan haus. Ef hann er stelpa, þá verður hann bara einhver svona, eins og hann er núna. Og nú skulum við líta til veðurs. Komið sæl, í dag hefur verið suðaustlæg átt eða breytileg. Það búið rigning á suðaustanverðu landinu en skúradembur vestan til og smávegis fyrir norðan. Það sem er stjórna veðrinu hjá okkur er þessi lægð hér hjá okkur. Hún er að hverfa og önnur lægð tekur við hérna norðaustur á okkur með vætu norðaustan til á morgun. Síðan kemur önnur lægð úr suðvestri eða þriðja lægðin og hún kemur með smá vætu á 15. kvöld aðfarnótt föstudags á sunnanvert landið en á hitasviðinu þá er ekkert voðalega mikið að vera. Það er aðeins að kólna hér norðaustan til á morgun og hlýnar heldur suðvestan til. Og við sjáum hér í kvöld, þetta er vætusamt hér sunnan og vestanvert landi. Það er svona sljákkar aðeins á því núna í nótt, dregur úr úrkomunni, verður áfram hérna aðeins með suðurströndinni. Síðan sjáum við bakkan hér norðaustan til sem kemur inn upp úr hádegi á morgun. Og í fyrramálið þá er víða nokkuð bjart hér norðvestan til. En það er eins og sagði skúrir hérna með suðurströndinni. Síðan við höldum áfram fram eftir degi, kemur þessi bakki hér inn á norðaustanvert landi. Með honum þá er að kólna í veðri hjá okkur. Við sjáum hér Raufarhöfn komin niður í 5 stig og voru að mæla 10 í dag og hér má sjá það er áframhald á þessum skúrum, einkum seinnipartin suðvestanvert landið. Þess á milli er alveg útlit fyrir að sjást til sólar. Þessi bakki hér ætlar síðan að koma inn yfir landið og það verður svo leysist hann hér upp fram á 50. Dagurinn byrjar bara nokkuð bjartur og fallegur allvíða landið og það er smá súldarloft hér norðaustan til. Sjáum að það er búið að kólna ennþá frekar á þeim slóðum hér sunnan og suðvestan til. Þá er bara þó nokkuð hlýtt í veðri og jafnvel bjart. Ætti að haldast nú þurrt lengst af. Þessi bakki hér kemur síðan úr suðri og seint á 15. kvöldið og aðfarnótt föstudags ætti hann að vera að rigna aðeins sunnanvert landið. Á föstudaginn hins vegar þá er smávegis súldarveður hér norðaustan til. Ætti að haldast þurrt hér sunnan til, áfram nokkuð hlýtt 15, 17, 18 stig á þeim slóðum, víða sólin að skína en síðan á laugardaginn þá er áframhaldandi hæg norðlega eða breytileg átt aðeins að kólna hér suðvestan til, ætti að haldast þurrt, smá skúrir hér syðra en hjá okkur á morgun það er áframhaldandi vætutíð víða land, það kólnar hér norðaustan til en hlýnar heldur suðvestan til og sú þróun heldur áfram næstu daga. Við segjum þetta gott í bili, takk ykkur fyrir, verið sæl.
Og það var helst í þessum fréttatíma að brottvísunarstöð á Suðurnesjum þar sem útlendingar sem vísa úr landi verða hýstir tekur til starfa í desember. Frumvarp þess efnis var samþykkt á Alþingi í dag. Samkomulag að Ísland þyrfti ekki að gera breytingar á stjórnkerfinu lá fyrir í aðildarviðræðunum 2010 segir stækkunarstjóri Evrópusambandsins. Það sé undir Íslandingum komið að ákveða með framhaldið. Bandaríkjaforseti sakar Írana að hafa skotið niður bandaríska þyrlu við Hormúzsund og segist nauðbeygður til að bregðast við. Aðeins hálfum sólarhring áður sagði hann samkomulag frið í augsýn. Munaðarlaus andarungi hefur fengið skjól hjá hænu á bæ á Suðurlandi. Hann lúrir þar með 7 hænuungum sem hænan tók einnig í fóstur. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að landsleik Íslands og Spánar á Laugardalsvelli í fótbolta kvenna. Næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á ruv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfylgdina sem af þessum degi. Verið þið sæl.